Seinni hluti þessara viku hefur verið með eindæmum tíðindamikill. Ögmundur Jónasson hætti sem heilbrigðisráðherra og fyrir vikið stendur ríkisstjórnarsamstarfið tæpt vegna Icesave og svo voru kynnt fjárlög í gær sem að þýða væntanlega 20.000 viðbótarútgjöld fyrir heimilin í landinu þegar allt talið. Við ætlum að fara yfir þetta allt með góðum gestum. Hér Halla Gunnarsdóttir, fyrrverandi aðstoðarmaður Ögmundar Jónassonar, Karl T. Birgisson, ritstjóri Herðubreiðar og svo Inga Lind Karlsdóttir, fréttaþulur á Skjá 1. Já, hér eru góðir gestir Karl T. Birgisson, Halla Gunnarsdóttir og Inga Lind Karlsdóttir, verið öll velkomin. Takk. Þetta var mikil fréttavika, mikið að gerast nú síðustu 2 daga og kannski byrjaði þetta allt saman með því að Ögmundur lappaði út úr ríkisstjórninu og þú svona hefur aðeins verið gagnrýninn á það. Hvers vegna? Svo sem ekki gagnrýninn á þessi ákvörðunar, hann á hana við sig og Ögmundur góða stjórnmálamaður og eftirsjá að honum úr ríkisstjórninu. Ég hins vegar gerði athugasemdir við ástæðuna sem hann gaf upp fyrir því að fara, sem var svona ágreiningur málsmeðferð. Það mátti á honum skilja að Icesave, sem núna í sínum öðrum fasa, í lokafasanum, það verið að reyna að ná lokasamkomulagi, að það ætti að fara inn í þingið óundirbúið. Eða sem sé, á þess að klárt væri hvort það væri stuðningur við það í þinginu. Sem ég held að séu mistök að fara þá leið. Það var gert í sumar og við fengum þá að sjá tilraun í því að ná hinni svokölluðu breiðu þverpólitísku samstöðu það mál. Þjóðin horfði upp á það þvarg og þá töf, daga og nætur, vikum saman og niðurstaðan var á köflum mjög sérkennileg. En allt var þetta gert í þá þverpólitísku samstöðu. En hver var síðan niðurstaðan þegar kom að því að greiða atkvæði? Það voru bara stjórnarþingmenn sem greiddu málinu atkvæði. Já, en málið reyndar gerð breytt. Málið breyttist mikið og sumt af því sem var gert í því sem ég kalla þessari samstöðu orgíu sem myndaðist þarna á þinginu í sumar var nú ekki mjög gefulegt. Nei. Halla, þú ert fyrrverandi aðstoðarmaður Ögmundar, þetta gerðist allt mjög snöggt. Getur skilið þessa gagnrýni eða þetta sem að Karl nefnir í þessu samhengi? Ég náttúrulega mjög ósammála Karli í þessu sambandi því að þetta eru kannski, það má segja þetta séu kannski 2 skólar og annar skólinn sá sem að lítur svo á við eigum að halda áfram þeim vinnubrögðum sem voru hérna alltaf á Íslandi fyrir hrun, sem að ríkisstjórn ákveði hvað það eigi að gera, stjórnarflokkarnir eigi síðan að samþykkja það og skuldbinda sig til þess að greiða atkvæði með málinu alveg sama hvað gerist í þinginu. Og það þetta sem Ögmundur gerir athugasemd við. Að sama skapi þá veit ég til dæmis ekki, hafið þið séð möguleg drög að samkomulagi? Nei, þarf ekki að fara fram einhver umræði það, hvaða samkomulagi er búið að gera. Og það sem hann segir, hann Ögmundur, hann segir, ég er ekki tilbúinn að samþykkja máli einhverjum einum rómi út úr ríkisstjórn fyrir það fara þinglega meðferð, því það er meðferðin sem málið á að fá. Alþingi setti þessu lög, Alþingi setti uppálega reyndar, ég var nú gagnrýnin á það, komið svolítið óvart þegar að Sjálfstæðisflokkur og Samfylking voru saman í ríkisstjórn, þá var lögð frá þingsályktun til að sem fjármálaráðherra var falið að klára þetta mál og að bera síðan ríkisábyrgðina undir þingið. Pétur H. Blöndal flutti breytingatillögu, þingmaður Sjálfstæðisflokks, þar sem hann sagði að ég er til nú eftir frekar að bera allan samningin undir þingið og það hefði verið miklu eðlilegri málsmeðferð. Svo breytingatillaga var hins vegar felld og í rauninni væri staðið þingið miklu sterkara eða hefði átt að fá allan samningin til umfjöllunar. Og ég er almennt hlynnt því að við séum með þrískiptingu ríkisvald þar sem að þingið er löggjafarvaldið og ríkisstjórnin er framkvæmdarvaldið. Hvernig fannst þér þetta útspil hjá honum Ögmundi? Ögmundur er greinilega mikill prinsipmaður eins og kemur fram hjá Höllu og fer eftir sinni sannfæringu, en það sem mér finnst slæmt við þetta mál er í rauninni það að við erum þarna með ráðherra, við erum þarna með í rauninni 2 þingmenn stjórnarflokks og hver veit hvort þeir eru fleiri sem vilja ekki vera ráðherrar. Og það er svolítið skrítin staða í pólitík þegar þú ert búin að fara alla þessa leið, þú ert komin í ríkisstjórn. Og það er þetta alveg um Ögmund og Guðfríði Lilju? Ég er þarna með Ögmund og svo vildi Guðfríði Lilju ekki heldur vera ráðherra. Ég veit ekki hvort fleiri hafa verið spurðir. En það að vera komin svona langt og vilja ekki vera ráðherra segir manni að það er eitthvað að í þessari ríkisstjórn. Því miður. Og ég veit ekki alveg hvað það er, en Ögmundur segir að hann sé ósáttur við vinnubrögðin og svo er kannski ekki alveg skýrt nákvæmlega hvað í vinnubrögðunum þrátt fyrir allt eigi að vera mjög gegnsætt og upp á borðum. En það er eitthvað sem að hann veit og Guðfríður og kannski fleiri en ekki við, almenningur, sem að er að gerast í þessari ríkisstjórn. Má ekki alveg segja að honum hafi nú svolítið verið stilt upp í vegg af Jóhannu sem segir ríkisstjórnin fer einhuga í þessu máli, annars bara springur hún. Jú, það var einmitt það sem Jóhanna gerði. Hún sagði við ætluðum, hún sagði efnislega
við ætlum ekki að taka annan skrens af þessu máli eins og við fórum gegnum hér í sumar, þar sem var reynt að ná þessari margarómuðu þverpólitísku þinglegu samstöðu og niðurstaðan varð eins og hún var. Þjóðin hefur ekki efni á því að fara í gegnum þann slíkan debatt aftur með þeirri tímasóun sem að því fylgir. Þess vegna þarf ríkisstjórnin, það svo margt sem hangir á þessu málu, ég veit ég þarf ekki að rekja það. En ríkisstjórnin verður á þessum tímapunkti að klára málið og því fyrir því betra og við getum ekki látið stjórnarandstöðuna eins og hún setja þetta mál aftur í uppnámi eins og hún gerði í allt sumar og þó síðan enga ábyrgði sjálf. Það voru allir annarkvað sátu hjá eða voru á móti. Mér finnst rosalega skrítið að kalla lýðræðislega meðferð Alþingis á máli tímasóun. Mér finnst það mjög undarlegt. Og sú meðferð sem Alþingi, sem málið fekk á Alþingi nú í sumar, það skilaði okkur í rauninni miklu betri niðurstöðu. Og það gerði það líka verkum, ef ég fæði að klára, það gerði það líka verkum að þú segir já, þeir greiddu ekki atkvæði með, en það greiddu heldur ekki allir atkvæði móti og málið var afgreitt út úr nefnd með miklu breiðari samstöðu, miklu meiri sátt það. Það eitt og sér er dýrmætt. Af því að hér á Íslandi, við gengum í NATO 1949, brjálari ósátt og í 60 ár er fólk að rífast NATO. Og við viljum ekki að Icesave-málið verði þannig. Og okkur ber skylda til þess að reyna að fá samstöðu. Þó að það takist ekki, þá reynir maður. En það lítur samt líka að vera hægt að gera nokkuð eindregna kröfu það er ríkisstjórn sem leggur fram mál að hún gangi í takt í því máli. Það var nú ekki lítið fjarafólk þegar Jón Bjarnason var ekki með í ESB-málun og svona veiki ríkisstjórn. Já, það var alltaf alveg augljóst hvernig það mál átti að fara. Ég er nefnilega ekki sammála þetta veiki ríkisstjórn, mér finnst þetta sína styrkleika. Ef þetta væri eitthvað af þeim málum sem ríkisstjórnin er mynduð utanum, ef þetta væri það að standa vörðum velferð á krepputímum eða umhverfismál eða eitthvað annað, að þá væri þetta þá myndi ég segja líka bara já, þá auðvitað væri eðlilegt að allir væru sammála um það. En þetta er þannig mál. Þetta er ekkert eitthvað venjulegt mál. Þetta eru 100 milljarðar skuldbindingar fram í framtíðina og hverjir eru að fara að borga? Það fólk er ekki við borðið. Þannig að þetta þarf umræði og ekki bara þingi, þetta þarf umræði í samfélaginu og það þarf að reyna að skapa bara breiða almenna sátt þá leið sem er farin. Já, hvað segir þú? Ég meina, er ekki ríkisstjórnin, hún hangir einhvern veginn bara virðist vera á bláþræði og þau hefur svo sem talað það opinskátt í dag og í gær ráðamenn. Já, maður heyrir það bara að það er greinilega mikil ólga á milli þeirra sem í vinstri grænum. Þess að þar innan hús er einhver ólga, það heyrist mjög lítið í samfylkingamönnum. Þess að þeir kannski sýta svolítið á sér að þeir vita það að ef það fer mikið að hreyfast þeim megin líka þá náttúrulega springur þetta. En það er eitthvað þarna í gangi sem er ekki gott og boðar ekki gott. Nei. Og einmitt á svona tímum þyrftum við að hafa forystu sem er mjög sterk og heldur öllu saman svo allir vinni að þeim þessum stóru málum saman og þeir eiga allir að vera tilbúinir að leggjast á árarnar. En hvað En ekki kjósa að gera það ekki. Nei. En þetta er einhvern veginn svo flókið vegna þess að þá hangir svo margt á spýtunni. Það er Icesave og þetta hangir saman við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og við erum að bíða eftir einhverju fyrirgreiðslu þar og menn tala eitthvað við þurfum að njóta trausts úti og annað og svo kemur inn í þetta allt saman, þetta ferli, þessi læti sem voru hérna í gær eða fyrir þetta, þá kemur inn í það að okkur standi jafnvel til boða að fá eitthvað risa lán frá Norðmönnum og hún var svo sem líka talað um Eva Joly að við ættum að halla okkur svolítið þangað í viðtalinu hérna áðan. Já, þetta norska lánamál var nú afskaplega sérstakt. Þetta myndi nú svona helst á einhvern atriði úr fóstbræðrum eða tvíhöfða eða eitthvað slíkt. Þetta var svo maður fékk svo skrítin kjánarhroll þegar maður hlustaði á þetta. En það kom í ljós að það var engin innstæða fyrir þessu. Og ég held að maður reynir að vera alvarlegur að hinir alvarlega þenkjandi framsóknarmenn sem eru nú allnokkrir. Þeir hljóta að vera svolítið hugsi yfir þessum eilífu uppákomum í kringu forystu Framsóknarflokksins sem við orðið vitna síðustu vikur á mánuði. Og hugsi kannski það hvort að þetta sé svo forysta sem þeim sé hendugust til frambúðar. En undirliggjandi er samt alltaf tónninn, þurfum við endilega að fara þessa leið sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ætlast til þess að förum. Ég meina, hún heyrist náttúrulega kringu fjárlögin vegna þess að það er verið að reyna að skila fjárlögum hallalausum á einhverjum svakalegum tíma með alveg brjálæðislegum niðurskurði og kannski er þetta eitthvað ákall það að annar að leiða sér leitað. Já, ég bara fagna öllum slíkum hugmyndum af því að ég held þessi tenging sem hefur verið milli Icesave og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Evrópusambandsins, þetta lítur að vekja okkur mjög til umhugsunar og það sýnir mjög glöggt hverslags stofnun Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er. Þetta er ekki líknarstofnun. Þetta er ekki þróunarhjálp. Þetta er bara stofnun sem er mynduð utan það að gæta hagsmuna lánardrottna. Hún er náttúrulega ekki mynduð utan það en það verður hennar hlutverk.
Og þannig að við þurfum að hafa það alltaf í huga og svo þurfum við að skoða, já, hversu mikið lán þurfum við raunverulega að taka. Af því að vaxtakostnaðurinn sem að bara sliga okkur og mun gera það í náinni framtíð rosalegur. Og síðan líka þetta plan þennan mikla niðurskurð sem er mjög umdeilanlegt og ég persónulega miklar áhyggjur af því. Af því að ég tók þátt í fjárlagagerðinni fyrir heilbrigðisráðuneytið og það verða ekki skemmtilegi tímar þar framöndan. Nei. Og við kannski dembum okkur bara í umræðin fjárlögin. Við sjáum fréttir af því núna í dag að þetta það er búið að reikna þetta upp í, þetta svona óljóst hvernig þetta dreifist nákvæmlega, en það alveg ljóst að þetta verða tugþúsundir í hverjum einasta mánuði í aukin útgjöld fyrir fjölskyldur í þessu landi. Áttu vona því að heimilið standi undir þessu? Nei, mér fannst mjög gott að heyra í Evu Sjóli hérna áðan því að hún greinilega mjög jákvæð. Hún mun jákvæðar en ég. Ég nú venjulega frekar jákvæð kona en ég frekar svartsýn þessa dagana. Við stöndum frammi fyrir því að tekjur ríkisins eru 400 milljarðar. Við erum með gjöld upp á 600 og skuldur upp á 1500. Þetta er ekkert venjulega vond staða. Þetta er staða ríki sem bara að róa lífróður. Og eins og þú nefnir, bara vextirnir eru álíka miklir og heildarverðmæti sjávarafla á Íslandi. Bara vextir. 100 milljarðar á næsta ári. Og þetta eru tölur sem eru svo rosalegar að það þarf að gera miklu meira heldur en við sjáum í þessum fjárlögum. Já. Við sjáum, það er verið að skera niður og það er verið að demba miklum sköttum á þjóðina. Og reyndar vitum við ekki alveg nákvæmlega hversu mikið nákvæmlega hvar á að skattleggja og hversu mikið það bara á að gera það. Og það er reyndar verið út af fyrir svolítið sérstakt að fjárlögin séu komin fram ekki meira tilbúin en þetta. Þetta er svona næstu því bráðabirgða fjárlög sem að mér finnst svolítið einkennilegt með að menn hafa haft 8 mánuði til þess að liggja yfir þessu. En það er önnur saga. Mér finnst að það mætti ganga, ég held að þið væri hægt að ganga lengra í niðurskurði og fara þá varlegar í skattahækkanirnar. Og ég held að það myndi skila meira og við getum tekið Reykjavíkurborg sem dæmi það, þeir stóðu frammi fyrir miklum niðurskurði núna. Með hagræðingu og án þess að segja upp neinum, án þess að hækka gjöldin að neinu verulegu leyti, bara með hagræðingu og alls ekki skerða neina grunnþjónustu. Spöruðust, það voru nokkrir milljarðar, það voru 5-6 milljarðar sem spöruðust, en hugmyndir minnihlutans í Reykjavíkurborg voru að hækka útsvarið sem hefði skilað 400-500 milljónum. Þannig að það er alveg augljóst að skattahækkanir eru auðvelda leiðin og niðurskurður er erfiða leiðin. En hafandi rennt yfir fjárlögin það er þetta að skera mikið meira niður heldur en gert hefur verið og sleppa við töluvert skattahækkanir í stað. Hvað þetta eru náttúrulega alveg svakalegar tölur sem að blasa við heimilunum. Ég meina þú þekkir það nú vel. Og allskyns tölur á floti og meðal annars í þessari ágættu ræðu sem ég ætla ekki sem hún gefst eiginlega ekki tíma til að fara yfir það tölur sem var rangt með farið hér, en láttu það vera. Hvað tölur, það var engar tölur rangar í þessu? Jú, en láttu það vera. Verkefnið er gríðarlegt, en og af því að Halla talaði hér efasemdir að þetta væri, að við þyrstum að gera það svona harkalega. Í venjulegu árferði gæti ríkissjóður tekið á sig skuldir og fjármagnað hallar fram í framtíðina með því. Árferði er ekki venjulegt núna, nú skuldar ríkissjóður svo mikið að hann getur ekki bætt á sig frekari skuldum og þess vegna þarf að grípa til svona harkalega aðgerða. Ein af aðalástæðum fyrir að ríkissjóður skulda svona mikið núna er að núverandi ritstjóri Morgunblaðsins setti Seðlabankann á hausinn og það lenti í fanginu á ríkissjóði. Það eru 300 milljarðar, það er eitt stykki Icesave-mál. Það er ein af ástæðunum fyrir þessum vanda. En svo eru tölurnar aukinn tekjuskatt eða aukna beinaskatta, þeir eru svolítið á floti. Inn í þeirri heildarupphæð eru til dæmis aðgerðir sem að grípa til í sumar, hækkað olíugjöld, hækkuð vörugjöld. Þannig að nettóhækkunin núna verður vantarlega 30 milljarðar sem eru miklu peningar. Karl, þetta eru örugglega 20.000 á allar fjölskyldur í hverjum einasta mánuði. Ef við horfum á heildarmyndina. 20.000. Ef við horfum á heildarmyndina, ef þessi áætlun gengur fram, þessi fjárlög sem er náttúrulega áætlun, þá erum við að horfa á að ríki taki til sín sem hlutfall af landsframleiðslu 27% það bil, sem er sama hlutfall og árið 2002 og er lægsta hlutfalli síðastliðin 10 ár. Ríki var að taka meira til sín á góðæristímanu hér þegar sjálfstæðisflokkurinn réð ríkjum. Herra hlutfall í skatttekjum á landsframleiðslu heldur en við ætlum að gera núna. En hugsaum þetta bara samt út frá hverju einu heimili sem er bara svo ég klárið þann þanga, við hljótum hvert og eitt, það minnst ást flest okkar, að geta lifað við þá skattabyrði og það þjónustustig eins
opinbera og við gerðum árið 2002. Við kostuðum ekki mikið þá. Nei. Hvað segir þú við þessu, Halla? Sko, þetta bara þannig. 20.000 á hverju einustu fjölskyldu í landinu, í hverju mánuði. Það það sem að skattahækkanir beinar og óbeinar koma til með að skila fólki. Já, og satt best að segja að það var náttúrulega við því að búast að við þurftum að fara í einhverja svona dramatískar aðgerðir. Og ég styð þessa blönduðu leið að við skerum niður og við hækkum skatta. Af því að ef við ætlum bara að skera niður eins og Inga Lind leggur til. Nei, við máttum ekki misskilja mig. Nei, en meiri niðurskurð, minni skattahækkanir. Og eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til að hann lofaði engum skattahækkunum fyrir kosningar sem hlýtur að hafa verið eitt populískasta loforð bara allavega síðustu kosninga að þá horfum við fram á svo svakalega niðurskurð og þegar Reykjavíkurborg þrengir að því að sér og fræðslufulltrúar ekki ráðnir í áframhaldandi störf og fólk í hlutastörfum það hverfur á brott eða þeir sem ekki voru með fastráðningu, hvert fer það fólk? Jú, það fer til ríkisins á atvinnuleysisbætur. Og það kannski þessi veruleiki sem við stöndum frammi fyrir. Þannig að þegar við segjum já við ætlum að taka 2 til 3 milljarða út úr Landspítalanum, já þá segir forstjóri Landspítalanum, já það þýðir 500 störf. Og hvað þýða þessi 500 störf? Þannig að við þurfum aðeins að horfa á þetta í því samhengi. Og við tókum við náttúrulega hræðilegu búi, alveg hræðilegu, eftir frjálshyggjuna. Og með í ofanalag fjársvelt velferðarkerfi. Því það var ekki eins og góðærið hefur verið notað til þess að móka peningum í velferðarkerfið. Þannig að það er ekki eins og að sé eitthvað mikið fitulag þar sem á skera burtu. Þó að vissulega sé sumstaðar hægt að hægra það. Það þarf að dreifa álaginu meira heldur en verið að gera. Við erum með mörg dæmi úr fjárlögum. Það eru mýmörg, það eru mörg 100 smámála sem hægt að hjóla í af því að margt smátt gerir eitt stórt. Þurfum við að vera að skrifa biskupasögu núna? Það kostar 10 milljónir. Getum við verið að gefa 1400 milljónir í þróunaraðstoð. Skilur alheimur það ekki að við eigum ekki þessa peninga? Skiljum við það ekki sjálf? Þeir eru ekki til. Við erum ríkasta þjóð í heimi en það þrátt fyrir allt og ég held að við megum þakka fyrir það að á við erum ekki mjög rík af peningum akkurat eins og staðan er núna. Þetta er ömurleg staða. Þessi fjárlög, það er verið að skera minna niður heldur en hvert og eitt heimili þarf að gera í landinu í dag. Þetta er minna lagt á sig í niðurskurð heldur en heimili þurfa að gera. Við höfum eftir að ræða þetta margoft hér í Kastljósi og annars staðar í samfélaginu. Takk kærlega fyrir að koma.